En ég var nú svona bara ætla að byrja á þessum 21. tímsfundi hjá Játgerði á að fara yfir vinnustofuna okkar sem að var á fimmtudaginn, gríðarlega vel heppnað og vel sótt milli 40 og 50 manns skóla og frístundamál og virkilega flott vinnustofa og margar góðar hugmyndir og góðar umræður og fólk bara mjög ánægt. Ertu ekki sammála því, Pétur? Jú, mér finnst þetta vinnustofur bara að virka eins og það nú svona alltaf í mínum huga svona svolítið eins og spilagaldur sko. Svona sem að gefa spilin veit hvað kemur í loki. En þetta hefur svolítið hvoru verið þannig að bæði Játgerður og saman sókn. Þetta bara verið bara skila bara góðu og eins og segi nú fyrir að koma tími aksjónar. Já, nú komið svona annar hugur í fólk og vill svona fara að sjá og fara að gera eitthvað og þá komum við náttúrulega alltaf á þessu sama gömlu tuggu, það húsnæðismálin og við bíðum öll bara í ávæni eftir raunverulega að það skýrist. Það ekkert flóknara en það. Hangir allt þar á. Já. Einhvern veginn. En það líður nú aðeins öllu þessum tímamarkum öllum, það styttist sömul, sko. Heldur betur. Og og það náttúrulega mikið að vera hjá þér, Pétur, í vikunni. Og búin að boða til mikils fundar á fimmtudaginn. Já. Ég býð upp á fisk úr vísi, eldaða þeim á bylgjunni og ég held að flest ykkar séu það ekki komið með formlegt boð, ég skýt svona út í loftið, sko. Ámundi, ég er ekki með e-mailið þitt, sko, en það sem við erum að tala og við erum að bjóða upp á Fish and Chips á bryggjunni á 50 kl. 5. Eins mörgum úr þessum hópum sem að hafa verið að koma með hugmyndir upp á borð og dagskráin verður ekkert annað en svo en að borða fiskinn og tala saman og fara og hver og einn hópur segir hvað eru stattir í hugmyndum, hvað eftir að gera Akkurat. Og síðan munum við vonandi verður það svona upp af að einhverju að setja alla þessa hópa undir einu og sama reglífuna, sko. Já, og fara að setja þá einhverja vinnu í gang. Já, það sem vantarlega teikna eitthvað upp. Eins og við lukum saman í sókn og það næsta mál væri raunverulega að fara að setja formlegt félag eða félagsamtök hvað það heitir. Sem að sipast með þessi stjórn og réði til sér mann í verkið. Þetta eiginlega verða í mínum huga allavega komið á það stig, sko. En að byrjum allavega að fá okkur að borða saman og taka stöðuna. Já, akkurat. Ég mun örugglega móðga einhverja því ég mun gleyma einhverjum í þessu dóti, sko, en það en ég ætla svona að reyna að ég sé Einar Sveinsson, hann þarf að koma og þeir sem eru hér, sko. Já, Einar náttúrulega stór þáttur í öryggismálunum okkar og verður það vonandi áfram. Bara þannig. Síðan náttúrulega eitt stór verkefni að þeir eigendur að bryggjunni finna sig ennþá eins og New Kids in Town, sko, eftir 5 árum eftir kominga og búin að fara í gegnum hverja prófunu eftir annarri, þannig að það svona verkefni svolítið að kynna það fyrir Grindvíkingum. Já, þeir eru með bara konu með metnaðar fulla dagskrá aðeins inn í vorið. Bara líst vel á það sem þeir hafa verið að auglýsa. Já. Eitthvað að vera hjá þeim. Það átti, Einar, þú kannski veist eitthvað það verkefni, það átti að hefja niðurrif á húsi í dag en þá náttúrulega þurfti að gera storm og leiðinda veður. Já, það hafðist þrátt fyrir það. Já, það hafðist. Hægt aðeins í kringum hádegisspilið meðan að Vesti gekk yfir og svo héldum við bara áfram. Þannig að uppbyggingarverkefninu er hrundið að stað, sko. Já, flott. Já. Það svona jákvæðara, þetta náttúrulega bara partur af uppbyggingu. Ef við ætlum að byggja bæinn upp þá þarf að taka aðeins til og þannig að ég held að þetta með pemja okkur það að við sem að hefja uppbyggingu á þessu svæðum en ekki niðurrif
Þannig að það er jákvæður og meira skapar smá, þetta er stór þáttur í uppbyggingunni að taka þessi skemmt og ónýttir. Þannig að það hófst í morgun. Sammála því og í leiðinni losnum við náttúrulega við eitthvað af girðingum, afgistum svæðum þegar búið að klára dæmið. Já, þeim fækkar og að því ég sitt nú hérna á leikskólanum Krók tímabundið með framkvæmdir á slökkvistöðinni, þá horfi ég hérna á Jón Gunnar vera hérna í kringum íþróttahúsið að laga til þar og þá mun girðingum fækka þar líka. Þannig að þegar sólið fer að rísa almennilega þá verður girðingum fara að fækka verulega. Kringum Hófskóla verið að klára viðgerðir þar, þannig að þá fara girðingarnar þaðan líka. Þannig að þetta svona horfið til hérna bjartari tíma. Já, það er flott. Klara, þú varst með okkur á vinnustofunni hérna varðandi skóla og frístundamálin og Já. hérna fannst þér ekki bara vel til takast og góðar umræður og mikið af flottum hugmyndum frá íbúum og foreldrum Mér fannst þetta alveg bara frábært, algjörlega til fyrirmyndar og kemur svo sem ekkert óvart mikið af góðum hugmyndum af því að við eigum ótrúlega flott fólk hérna í Grindavík. Og þetta var bara mjög skemmtilegt og bara gaman að vera þar sem allir eru jákvæðir og allir eru að hugsa um sama, byggja upp bæinn. Já, ég sammála því. Það var mikið svona jákvæði straumar frá þessu hópi af fólki og góðar og flottar hugmyndir og fólk alls ekki í einhverjum með eitthvað uppgjafartal. Nei, það er enginn að fara að gefast upp og mér fannst bara allir vera, já eins og ég segi svo jákvæður og það var allir svo vel peppað þegar þeir fóru heim að svona, þessa vinnustofa var bara mjög flott og bara mjög nauðsynleg held ég. Já, hún var svona við ákváðum að blása svona í svona svolum flýti leið og bæjarstjórn var búin að ákveða að auglýsa eftir skólastjóra í starf og þá fannst okkur þetta svona á meðan að það mál var svolítið heitt að fá fólk til þess að koma og ræða málin og hvernig það sæi fyrir sér svona upphafið og byrjunina á þessu starfi aftur. Og það var bara gríðarlega flott að sjá bara samhuginn hjá fólki. Hérna, ég sé Örn Viðar er kominn hérna á fundinn. Þið eru bara að vinna samkvæmt ykkar plani, það verður eitthvað lagt fyrir okkur í enda mánaðarins? Já, komið þið sæl. Hérna, við erum bara að vinna áfram í málum, við erum ekki komið með nákvæmar dagsetningar. Hvenær við getum hérna kynnt og ég hef nú sagt að ég held að við séum að horfa nú svona inn í einhvern tímann eftir páska úr því sem komið en við erum að vinna á fullu í þessum málum og erum svona að reyna að finna góða lausn á hlutunum. Það er verkefnið. Já, við bindum vonir við það, heldur betur. Ómar Davíð, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Langar aðeins að byrja Örn Viðar. Þú varst að senda okkur skilaboð í síðustu viku. Hollvinum, já. Já, hollvinir fengu skilaboð að takmarka gistingu eins og við getum næstu vikurnar. Hvað nákvæmlega felst í þessum skilaboðum? Þetta var nú bara svona ábendingum yfirvofandi eldgos og ekkert annað. Það var bara svona það var ekkert mikið dýpra en það sko. Það er auðvitað bara við þessar aðstæður eðlilegt að benda á það að það er Veðurstofan hefur ítrekað það núna nýlega. Það er von á stóru kvikulaupi og jafnvel eldgosi og við viljum bara brýna því til hollvinna við þessar aðstæður er kannski eðlilegt að vera ekstra á vaktinni. Það var punkturinn. Við munum eflaust senda svona pósta áfram ef að áfram verður von á þessu. Þannig að bara til upplýsingar. En farið þið eftir hættumatskortinu eða áhættumatskortinu?
Við vorum svo sem bara förum eftir nýjustu upplýsingum frá Veðurstofunni sem eru inn á síðu þeirra og þetta svo sem meira bara almenn ábending. Við erum ekkert að sigta þetta meira niður en svo að bara benda fólki á stöðuna sem ég held svo sem að öllum sé augljós en við heldum bara svona nikki á þessu. Það ekki bara í góðu lagi, Ómar? Jú. Já, gott. Það flott, þetta svona bara til ábendingar og upplýsinga fyrir viðkomandi. Og takk fyrir það, Örn Viðar. Skarphéðinn, Alþjóðabankinn mættur á svæðið eða að mæta það ekki, þannig að hann svona, hann í starthólum með sína skýrslu og ætlar eitthvað að fara á stúfana og hitta einhverja. Já, þau kom í gær og við erum búin að vera með þeim í dag og síðan á morgun og hinn eru skipulagðir fundir þar sem að þau eru að kafa betur ofan í ákveðin mál. Fyrramálið eru svona ýmislegt sem að lítur að þeim verkefnum sem þjónustuteymi var með og svo eftir hádegi fundur með í Grindavík með bæjarráði Grindavíkur og embættismönnum bæjarins og nokkrum í viðbót þar sem að verið að fara yfir. Þetta eru svona þeir sem að ég vil segja fulltrúa þeirra sem að bankinn átti fundi með en hann var hérna í haust að verða að fara yfir og svona kanna hvað hefur breyst síðan þá en líka ætla þau að nota tækifærið og fara yfir svona helstu atriði sem að þau eru með í sinni skýrslu og ábendingar og annað sem þau eru með í nokkrum glærum og svona heyra í þessum hópi og fá viðbrögð við það. Síðan á miðvikudaginn eru tvær vinnustofur. Það annars vegar það sem að hefur snarað yfir íslensku ásættanlega áhætta og það vinnustofa sem að taka þátt í ýmsar af þessum stofnunum sem koma að málum og líka nokkur hópur úr Grindavík, meðal annars einhverjir sem eru hér og svo eftir hádegi á miðvikudaginn þá vinnustofa sem heitir á ensku Business Recovery og þar verið að fara yfir ýmislegt sem snýr að rekstrarumhverfi fyrirtækja í Grindavík og þá það eru nokkur veitufyrirtækjum verða þar og svo fulltrúa frá nokkrum fyrirtækjum sem voru beðnir að taka þátt svona að samkvæmt ábendingu Alþjóðabankans þar sem svona ákveðin sjónarmið. Þetta sjávarútvegur og ferðaþjónusta svona stærstur hluta en líka önnur fyrirtæki. Bara verið að fara í gegnum svona hvernig þetta samhengi í rekstrarumhverfinu og mikilvægi þess að það haldist gott og sterkt og svo annað sem kann að tengjast því. Og svo á fimmtudaginn þá er fundur bara okkar með þeim aftur og fara í gegnum svona það sem þau hafa lært núna í vikunni og svona hvað er þá framundan næstu viku til þess að klára þetta verkefni. Þau gera ennþá ráð fyrir því að skila sinni skýrslu mánaðamótin og það ég held að það sé ekkert sem muni kalla breytingar á því. Við höfum á sama tíma verið að vinna í okkar vinnu og gerum ráð fyrir eins og okkar erindisbréf kveður á að klára það fyrir 31. mars og að skila þá okkar hugmyndum rammaáætlun endurreisnar í Grindavík. Þannig að þetta er svona planið og það unnið nokkuð stíft í þessu og bara tek undir með þeir sem áður talað að það er bara bjart framundan í Grindavík.
Já, það er gott en þetta hjá þér sem sagt ásættanleg áhætta, það þá með tilliti til búsetu eða? Ég er nú ekki kannski sérfræðingur til þess að svara því, en þetta sko, þetta eitthvað stig ásættanlegra áhættu sem ákveðið og þetta þekkist nú ágætlega í ofanflóðum hér á landi. Þar skilgreind ásættanlega áhætta beinlínis í lögum og þannig við þekkjum þetta þaðan, svo þekkjum við svo sem bara í okkar daglega lífi ásættanlega áhættu. Það var einhvern veginn verið nefnt Ölfusá og Selfossi, menn telja að það sé ásættanlega áhætta í því tilfelli. Stundum verður ásættanlega áhætta bara til í samfélaginu, einhverja skilgreiningum, stundum þurfa menn að hafa fyrir því að skilgreina þetta út frá einhverjum öðrum viðmiðunum og jafnvel að festa þetta í lög. Þannig að það verið að vinna í kringu það og ásættanlega áhætta kemur bara inn á allt sem að menn ætla sér að hafa og vera með í Grindavík. Það eitthvað sem ásættanlega áhætta og það kemur að því að það engin hindrun í ásættanlegri áhættu og það hugmyndin að fara í gegnum þetta og reyna einhvern veginn að skilgreina, að taka þetta lengra. Við höfum verið með áhættumat og þar að einhverju leyti skilgreind áhætta á einhverja mótvægisaðgerðir og það líka möguleiki á því að vinna frekar með mótvægisaðgerðir og vera með það áhættumat sem við erum með einhvers slags skammtíma áhættumat, en það líka að vera með langtíma áhættumat og ætlunin í þessari vinnustofu að dýpka þessar pælingar Alþjóðabankans og þau verða með þetta í sinni skýrslu. Takk fyrir það. Ómar Davíð, gjörðu svo vel. Já, mér langar að spyrja Skarphéðinn, von á nýju áhættumati núna fljótlega eða hvernig það? Það verður alveg örugglega birt núna í þessari viku. Ég veit ekki alveg hvort það á morgun eða hinn. Ég var að vonast til þess að við höfum komið út fyrir helgi, en það var nú bara svona teknísk atriði sem að tafði það. Einhver hérna sem vil koma einhverju á framfæri? Hæ, má ég spyrja þig Skarphéðinn? Gjörðu svo vel, Dagmar. Takk. Hver að koma fyrir hönd okkar á þennan fund eða þessa stofu? Ásættanlega áhættuna? Já, bara ef það að koma einhver frá ferðaþjónustunni hér í Grindavík, það væri gott að vita hvaða fyrirtæki það Það nú ég ekki með nákvæmlega, ég man að það eru 3 allavega eða 4 sem að tengjast almannavarnanefnd Grindavíkur sem eru í þessu. En ég nú ekki með tæmandi lista við það hverjir eru að koma. Þetta eru 20-25 mann sem eru með í þessari vinnustofu. Þannig að það stór hópur. Já. En ekki örugglega einhver samt fyrirtæki sem með rekstur í Grindavík í bænum sem að fara að koma á þennan fund? Ég skal bara finna út úr því. Eins og ég segi, ég ekki með listan. Ég hef ekki verið í að boða þennan fund. Ég hef verið að boða fundin eftir hádegi og fundin sem eftir hádegi á morgun, en ekki hérna. Ok. Já. Ég skal bara finna út úr þessu. Já, takk. Takk fyrir það. Þetta Guðmundur. Guðmundur, gjörðu svo vel. Þú dast út, Guðmundur. Skarphéðinn. Heyri í mér. Já. Núna fundi sem á miðvikudaginn. Já, ég var meðal annars að tala hann. Já, ég meina hverjir að mæta þar, hún að spyrja það? Nei, hún var að spyrja hverjir að mæta fundunum morgunin. Ég skildi það. Já, ok. Ekkert mál, ok. Ég veit alveg hverjir mæta hann á fundin eftir hádegi. Já, ekkert mál. Eða á að vita. Ok, ekkert. Veistu þetta hverjir voru boðunir? Já, ekkert mál. Heyrðu þið ekki þetta? Ekki máli. Hérna Ámi, einhverja nýja fréttir frá ykkur upp í Lóni. Það eru forstjóraskipti fyrirhuguð hjá ykkur núna á næstu vikum, það ekki? Jó, við ætlum að skipta forstjóra, Grímur að hætta og Þuríður Margrét að taka við núna í næstu viku, formulega 19. 50.
næstu viku. Þannig að það verður að undirbúa það. Spennandi tímar og annars erum við alveg bara erum í framkvæmdum þarna frá og erum að undirbúa kannski svona praktísk atriði eins og lóðamál með landeigendum og hagaaðilum. Svona endurskipulagning á þetta breyttist aðeins landslagið hjá okkur hérna sín tíma. Heldur betur. Já, þannig að við erum í svona frágangi að því og svo skipuleggja komandi stækkanir. En annars bara gengur lífið sinn vanagang. Það ágætis trafík á okkur og vel nýtt hótelinn og það allt svona gengur sinn vanagang. Já, þú verður endilega að koma með nýjan forstjóra á rúndin hinum megin við fjalli. Já, kíkja á okkur. Heldur betur, hún ætlar að kíkja á allar starfstöðvar og heldur betur. Já. Bæði hérna í Svartsengi og inn í Grindavík, ekki síður. Þannig að það mikill vilji hjá okkur eins og við komum fram að taka þátt í uppbyggingunni og heldur betur. Bæði inn í Grindavík og náttúrulega í Svartsengi. Þannig að það breytist ekkert. Nei, og bara frábært að hafa ykkur þarna hinum megin við fjalli. Það bara þannig, bara styrkur í ykkur, að hafa ykkur þarna. Það bara þannig. Takk fyrir það og svo líka bara alltaf veit ég að við ætlum að reyna að hitta svona segja helstu hagaðila og viðbragðsaðila og annað slíkt líka. Já. Þannig að það verður á næstunni. Takk fyrir þetta á mig. Pétur, gjörðu svo vel. Já, bara áðurinn með þetta á mig, ef ég finn ekki e-maili þá reikna ég með þér á klokkan 5 á 50-daginn. Þú ert búin að allt með okkur bæði í samhæri sókn og með okkur hér og ég fengi upp alla sem að hafa allar með hugmyndabankana og allt sem er að gera en að stilla það saman. Bara aðeins áðurinn að þið nú eru að nálgast, í gær var kosið á lista Sjálfstæðisflokksins og mjög góð þáttaka og mikill vilji eins og komið fram og aðeins að rifja upp dagsetningar þar. Fannar, þú kannski besti með það, hvenær þarf fólk að vera búið að tilkynna kosningu hér og hvenær þarf framboðslistar að vera klárir, hvernig þessu helstu dagsetningar í þessu, nú fyrir maður svona aðeins kosningafýring í mann, Já, samkvæmt lögunum að þá eiga kjörskrár að vera tilbúin 38 dögum fyrir kjördag. Þessi heimild Grindvíkinga sem voru búsettir 9. nóvember 2023 til þess að óska eftir því að bætast á kjörskrána, það er að segja að þau eru ekki með lögheimili heima. Því lýkur viku fyrir, það 45 dögum fyrir kjördag. Þannig að það er svona í byrjun apríl sem að sá frestur rennur út, hann talaði að auglýsa þetta mjög rækilega þegar hann dregur. En þetta eru helstu tímasetningar og þessi vika þarna á milli, hún auðvitað notuð til þess meðal annars að ganga úr skugga það að fólk sem átti rétt á því að kjósa vegna búsetu sinnar á sínu tíma, að það sé hreinsað út af öðrum kjörskrám á móti. Þess vegna þessi viku mismunur þarna. Ok, og kostingar þannig að þeir eru hvað, 16. maí. 16. maí. 16. maí. Og það skil á lista, framboðslistum frá stjórnmálaflokkunum þurfa að berast kjörstjórn fyrir hádegi þann 10. apríl ásamt meðmælenda lista 20 til 40 manns, ekki færri en 20, ekki fleiri en 40. Þetta svona alltaf gerast svona fyrstu 2 vikurnar í apríl. Já. Sem að Já. Og þá verður með í höndum skýrslunar bæði frá Grindavíkurnefnd og Alþjóðabankanum. Þannig að það verður margt að vera þarna í byrjun apríl og kannski eitthvað að vera frá Þórkötlu líka. Þannig að þetta verður mikill og stór mánuður. Já. Hvernig byrjar úrslitakeppnin í korfinu aftur? Klara, hún veit það. Annarkvort leikur 1. eða 2. apríl, þá fyrsti leikurinn. Við erum að keppa annarkvort 1. eða 2. Okay. Þannig að aprílmánuður mánuðurinn okkar, það ekki? Held ég.
Sól og sæla og upprisa. Stefna og stemming. Já, stefna og stemming. En við erum svona að á síðustu mínútunum einhver sem vill koma einhverju meira framfæri varðandi kannski kosningarnar eða einhver praktísk atriði í sambandi við það eða eitthvað annað sem liggur mönnum og konum á hjarta. Ef ekki svo, þá bara þakka ég kærlega fyrir þennan fund og honum verður streymt á Víkurfréttum eins og venja og þakka ykkur kærlega fyrir. Verðið sæl.